Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við aðeins að skoða komur skemmtiferðaskipa hingað til Akureyrar og til mín í sófann eru komnir Bergþór frá SBA og Baldvin Esra frá Saga Travel. Velkomnir. Takk. Ykkar fyrirtæki eru að keyra skemmtiferðaskipa farþegum vítt og breitt hérna í kringum Akureyri. Ef við byrjum á þér, Bergþór, hvernig gengur? Það gengur bara, hefur gengið vel undanfarin ár og fyrsta skipið komið á þessari vertíð og það gekk mjög vel. Við fórum með 1400 farþega í Mývatn, Goðafoss, Laufás, Siglufjörð, Eyjafjörð. Hvað þetta margar rútur cirka? Þetta eru 30 rútur. Já, sem fara þá bara á sama tíma svona dreifa sér eða? Ekki alveg svona, en þær fara, þetta eru svona, við erum að reyna með 2 brottfarir, það er að segja morgunni, þetta skip kemur frekar seint, það er að koma hérna kl. 10:30 og það er að koma aftur núna á þriðjudaginn, þannig að oft eru skipin að koma 7 morguninn. Stoppar þetta skip til dæmis bara einn dag eða? Já, það er bara, og það er það algengast sem að skip gera og að það er stoppað frá 7 og upp í 10-12 tíma. Það er reyndar að koma inn svona minni skip sem að menn kalla leiðangurskip sem að stoppa hérna yfir nótt. Og þá er kannski möguleiki á að gera út daginn áður og daginn eftir eða bruna þessu? Já, það er hægt að gera það, seinnipassferðir og svo morgunin og skipið er kannski farið upp úr hádegi. En þetta er svona eingöngu þessi skip sem eru með 200-300 farþega svona ennþá. En þetta fólk allt búið að bóka fyrirfram hjá ykkur, er það ekki? Jú, í svona 95% tilvika hjá okkur í Saga. Og ég held að sé að svipað hjá SBA, það er náttúrulega... Og þeir eru með ólíkar ferðir eða hvað? Já, sko við hjá Saga Travel erum að leggja áherslu á svona minni bíla. Já. Og reyna að vera svona ekki í samkeppni við SBA. Það sem við eigum ekki mjög margar rútur, við eigum eiginlega enga rútu. En við erum með þessa minni bíla og þá eru en ferðirnar sem slíkar eru svipaðar sko. Eftirspurnin er að mestu bara í Mývatnssveit. Og enda þekktasta kennileiti okkar Norðlendinga, þannig séð, allavega sumar. Er Mývatnssveit svona vinsæl af því að hún er markaðsett svona vel eða er þetta bara langmerkilegasta sem við erum með hérna á svæðinu? Hvað myndirðu segja? Þetta er erfið spurning. Er það ekki? Mývatnssveit er náttúrulega mjög þekktur viðkomustaður, enda ótrúlegt náttúru undur frá upphafi til enda. Það eru líka, Dettifoss er mjög þekkt kennileiti og þá ertu komin svolítið langt frá og þegar skipin eru að stoppa í 7-8 tíma og þú fært að vera komin aftur að skipi klukkutíma áður en það leggur úr höfn og þá nær maður ekki, en við höfum farið með fólki í Dettifoss og það er alveg leið og það er hægt, þá er eftirspurn eftir því. Já. Og svo er Siglufjörður líka áningarstaður, ekki satt? Það er að koma svolítið sterkur inn. Jú, Siglufjörður er að koma svolítið sterkur inn og þar eru skip kannski að byrja, ef við getum sagt að ég byrji út á Siglufjörði. Við höfum farið þangað og sótt fólk og það hefur svo... Já, meinar að skipin leggist það í höfn? Skipin leggst að á Siglufjörði, kemur svo til Akureyrar. Já. Og þá sækjum við fólk á Siglufjörð og það endar svo borð í skipinu hér eftir að búið að fara austurum. Þetta er svona aðeins að byrja og Hrísey er viðkomustaður nýr, kom 1 skip í fyrra, ég man ekki hvað er mörg gráða núna. Og Grímsey líka? Grímsey er mjög vaxandi og þar er náttúrulega ekkert að leggjast, það er ekki mikið rútur sko. En þar er alls konar að spretta upp ferðaþjónusta, köfun og alls kyns eitthvað í gangi þar. Já, þetta er snorkla með lundum. Já. Og þar komast þessi skip ekki upp að bryggju, þannig að það er svona... Það eru litla báta til að ferja á milli. Það er svona tenderar á milli. Það eru svona minniskipin sem er ekki... Já, það eru minniskipin. Þau skip koma yfirleitt alltaf hingað líka. Já. Þannig að þetta er það sem menn kalla leiðangursskip. Þetta er svona... meira verið að fara út fyrir svona ramman og þessi skip hafa sem dæmi sést á Skjálfanda og flóa innan hvalaskoðunar báta litla sem er ekkert yfir sér hrifnir af svona. Nei, þetta er svolítið línudans þetta samstarf sko, er það ekki? Náttúran og svo þessi
skemmtiferðaskip sem geta verið mjög stór. Þetta stundum bara eins og blokkir á siglingu. Svo núna þetta Celebrity Eclipse sem var hérna á laugardaginn. Já. Það alveg gríðarlega stórt. Ég held að þetta sé eitt af stærstu skipum sem koma. Það 2800 farþegar borð í því og svo náttúrulega 1200-1500 í áhöfn. Já. Þetta bara Dalvík. Já. Þetta rosalegt. Og svo ég var að horfa á tölurnar frá Hafnasamlaginu að skipaferðir, þeim fjölgar svo ört, sko. Þetta voru 75.000 farþegar lengi vel og í fyrra voru 120.000 og í ár verða þeir 180.000. Á landinu eða hérna á Akureyri? Akureyri og þá eru allar, sko, Hrísey, Grímsey, Akureyri. Þá er svona verið að tvítelja suma farþegar náttúrulega, eða þrítelja þá eitthvað. En þetta er alveg, þetta er vaxandi og í rauninni svona miðað við stöðu ferðaþjónustunnar í dag sem við erum að fá töluvert mikið af afbókunum. Sem sagt Ísland er að fá mikið af afbókunum sérstaklega frá Evrópu, Þýskalandi, Hollandi og Suður-Evrópu sem að kannski endilega þýðir ekki færri ferðamenn heldur breyting á landslagi. Evrópubúar hafa verið sterkir og sérstaklega sterkir hérna á Norðurlandi. Þeim fer að fækka á kannski en fjölgunin verður þá frá Asíu, Bretlandi, Bandaríkjunum. Það er svona aðeins munstur sem er bara að gerast núna, það er bara að gerast 2018, einhver svona breyting. En skipin, til dæmis veit ég það bara núna fyrir 2019, má búast við því miðað við þær tölur sem eru komnar til hafnarinnar að sé 20% aukning frá því fyrra. Vá, og tökum við endalaust við, eða? Hvað haldið þið? Já, ég var nú til að sjá smá breyting á þessu, svo talar að þeir eru ekki að stoppa yfir nótt hérna fyrir hérna á Akureyri, en þeir stoppa yfirleitt yfir nótt í Reykjavík og við erum nú með ferðir þaðan líka og erum að þjónusta skip þaðan og það er rauninni, ég myndi segja að það væri allavega í helming tilvika þá eru farþegar að kaupa 2 ferðir. Og þá kaupa 2 mismunandi ferðir. En þeir eru ekki að gera það hér. Og maður veit það að bara það að vera yfir nótt, það skila sér á fólk á veitingastæði í bæinn og nota meiri þjónustu heldur en þessi dags sem eru bara stoppað við daginn. Þannig að ég veit ekki hvort að áherslan ætti að vera að fjölga meira heldur kannski meira að fá það til þess að vera aðeins lengur. Af því að hver klukktími skilar örugglega meiri tekjum á farþega, sko. Hvernig sem á það litið, sko. En nú eru þið kannski ekki alveg réttu mennirnir til að svara þessu sem ég ætla að spyrja næst, en hafið einhverja skoðun á þessu? Að hafa svona stórt skip við höfn, er það gríðarlegur mengunarvaldur eða eru við alltaf að reyna að gera betur? Maður hefur heyrt svo orðrómum að þetta sé ekki það sem maður eigum að fókusera á í ferðaþjónustu því að fólk skilji lítið eftir sig sem við kannski erum ekki alveg sammála og að þetta sé svo mikil mengun af þessu. Já, þess að það er nú ekki, það er bara vika síðan að það kom í öll hús hérna á Akureyri bæklingur frá Hafnasamlaginu, held ég. Akkúrat. Og þar var heil síða umhverfisvernd og það er sífellt verið að þróa þetta í rétta átt, held ég, og menn eru alveg að gera það, eða fólk er alveg að gera það af heilindum, að minnka þessa svartolíubruna og það allt saman. Með því og það er komnar einhverjar reglur að þeir eiga tengjast við rafmagn og höfn og svona. Þannig að ég held að við höfum ekkert verið að hengja okkur of mikið í að hafa áhyggjur af því, heldur meira kannski fylgja því eftir að fólk sé að bæta sig. En þetta fólk sem kemur í þessum skemmtiferðaskipum, ef þau koma ekki með þessum skipum, þá koma þau bara ekki yfir höfuð. Þannig að ég held að þetta sé í rauninni ekki að hafa einhver slæm áhrif á ferðaþjónustu yfir höfuð. Þetta er bara ágætis búbót bara fyrir þau sem starfa í greininni hérna á svæðinu. Ég meina, það munar rosalega miklu að vera með, eins og hvað það eru, 1400 farþegar hjá ykkur. Við erum náttúrulega miklu minni rekstur og við erum náttúrulega með minni bíla, en við fórum með hátt í 160 manns í 10 bílum, eða meira, 12 bílum. Og það skiptir okkur miklu máli að fá svona daga inn bara til þess að geta verið með fólk í fullu starfi og allt árið, sko. Það er margs að gæta og kannski fögnum við bara skemmtiferðaskipakomunum og hættum að pirra okkur á þeim og reynum bara að vanda okkur við að láta þau tengjast rafmagnin okkar eða eigum við nóg rafmagn? Við eigum náttúrulega ekki rafmagn til þess að tengja þessi skip en svona, sko,
kategórían segir að flugvélar brenni mest, bílar næst og svo skip. Já. En svo kannski umræðan sem að mér finnst aldrei koma fram. Það eru hér 2800 farþegar á laugardaginn hér. Og jú, það þarf að færa það á milli staða. Hvað væri þetta fólk að gera heima hjá sér? Er það ekki að menga þar? Já. Sko, Keyra sína eigin bíla. Keyra sína eigin bíla. Já, þetta alveg góður punktur. Þannig það komið í stóran bíl saman. Stóran bíl saman, það að saminast, að ferðast saman heiminn. Þetta góður punktur. Já, þetta held ég fólk aldrei að skoða. Það alltaf verið með neikvæði þáttur. Nú eins og Baldvin sagði, höfnin hefur verið að gróðursetja. Já. Og það kostar bara hellingspening hver planta. Og mér skilst að það hefur verið 2000 plöntur á síðasta ári og þeir ætla að margfalda það fyrir þetta ár. Er það hérna í bænum eða í einhverjum reit? Það er einhverstað hér í grendinni. Já. Við hefum ekki kaffara bæinn í fleiri trjámeldur en nú orðið er. En það er gaman að spjalla við ykkur, tíminn því miður hlaupin frá okkur. Takk kærlega fyrir að koma og bara gangi ykkur vel í skipaferðunum í sumar. Þetta verður stuð, takk fyrir okkur. Takk.